Sæl aftur áhorfendur góðir, við sitjum hér enn við. Ingi Þór hjá okkur er núna til fulltingis í karlaleiknum. Friðrik Ragnarsson, fyrrverandi þjálfari Grindvíkinga, en áður en við snúum okkur að leiknum sjálfum skulum við aðeins heyra í þjálfara KR-inga, Hrafni Kristjánsinni, hann er hjá Hirti. Jú, mikið rétt Einar, hjá mér er Hrafn Kristjánsson. Ekki tókst honum að feta í fótspor Einars Bollasonar frá 1977 sem stýrði bæði karla og kvennaliði KR til sigurs í úrslitum bikarsins þá. Hrafn, er ekkert mál að hrista af sér vonbrigði síðasta leiks fyrir nokkrum mínútum og einbeita sér á ný verkefni? Þetta er bara eitthvað sem maður hefur þurft að gera allt tímabilið, sko. Það skiptist allt jafnt á milli liðana og þetta er bara sikkur hamurinn. Guð má nú vita að konur og kallar eru aðeins öðruvísi fyrirbæri, þannig að maður þarf alltaf að vera í sikkurum búningum hvað sem er. Þannig að það er ekki bara það að þú þurfir að fara að einbeita nýja leik, þú þarf bara að fara í algjörlega nýjan búning og nýjan ham eða hvað? Já, maður þarf aðeins að vera svona testosterónlægari, sko. Aðeins ljúfari við stelpurna? Já, kannski örlítið. En að þessum leik í dag, hinn leikurinn frá, þetta verður væntanlega hörkuleikur og allir þínir menn klárir í bátana? Allir mínir til í þetta bara og alveg svo Grindvíkingar. Ég býst bara við leik sem að verður bara alveg óbúðslegur fram á síðustu sekundu. Það var nokkuð róleg stemming á pöllunum hérna í kvennaleiknum en væntanlega skiptir máli að KR getur látið í sér heyra núna í þessu leik. Nei, ég meina, leikmennirnir verða bara búið til stemmingu. Við verðum bara að láta áhorfendur fá okkur til þess að klappa fyrir og það hefur oft verið þannig að áhorfendur eru svolítið að sitja í höndunum í byrjun svona í DHL. Já, ef við gerum þetta einhverjum almennilegheitum þá hef ég engar áhyggjur af stemmingunni. Takk fyrir þetta, Hrafn, og gangið vel. Takk. Við ætlum næst að reyna á Helga Jónas Guðfinnsson, þjálfara Grindvíkinga, en við skulum skipta yfir á Einar og félaga í bili. Takk fyrir það, Hjörtur. Drengir, þessi leikur, Grindavík, KR, já, þetta er bikarleikur og bikarúrslitaleikur og það er allt undir og þá skiptir engu máli hvernig liðunum hefur gengið undanförnu. Það er þessi leikur og ekkert annað sem skiptir máli. Umtalið sem er búið að vera svona KR og Grindavík svona eitthvað langt fyrir niðan, vegna þess að þeir eru búin að tapa leikjum í deildinni. Þeir sýndu ágætisleika mútið Haugum í Hafnarfirði, ég sá þann leik og það er bara, það skiptir engu máli í dag. Nei. Við skulum aðeins heyra í Helga Jónasi Guðfinnsinni, þjálfara Grindvíkinga östuð áður en við höldum áfram. Okay. Já, hjá mér er Helgi Jónas Guðfinnsson, hann var með í sigurliði Grindvíkinga árið 2006, síðasta skipti sem að Grindavík varð bikarmeistari. Helgi, það var ekki freistað að taka fram skóna bara og velja sjálfan sig í liðið? Jú, það var smá freisting í því, en ég er búinn að komast að því að það þarf að æfa líka. En svona gengi liðsins hjá þér undanfarið, það er svona, já, vakið umtal og athygli. Hvernig tekst þér að fókusera á nýtt verkefni og nýjan leik? Bara mjög vel. Menn eru tilbúinir í slaginn og við ætlum ekki að láta þetta undanfarið gengi hafa áhrif á okkur og við erum tilbúinir í slaginn. Ég veit að leikurinn að byrja, ég ætla bara að óska góðs gengis, Helgi. Takk fyrir. Já, þá tökum við hér að nýju. Friðrik, þú stýrðir Grindavíkuliðinu í fyrra í bikarúrslitum á móti Inga. Láta það liggja á milli hluta samt, en þetta eru strákar sem að kunna þetta allt saman og þekkja þessa tilfinningu að vera í úrslitaleiknum og þannig að kannski reynslan er til staðar í Grindavíkuliðinu. Já, það er feikir reynsla náttúrulega í Grindavíkuliðinu og reyndar í KR-liðinu líka. En ég held að Grindavík hljóti að vera mjög hungraði. Við náttúrulega töpum í fyrra í úrslitum fyrir Inga Þóra félögum í Snæfelli og árið þar undan í úrslitum með Íslandsmeistaratitilinn fyrir KR-ingunum. En ég held að hljóti að vera mikið hungur í liðinu og menn sé fara að þysta í að ná í langfrægan titil. Ef við lítum aðeins á lykilmenn í hvoru liði, þá er kannski, já, hjá KR-ingum er það klárlega Pavel Ermolinski, algjör lykilleikmaður. Já, algjörlega. Hann gerir þetta náttúrulega ekki einn, en hann stýrir sýningunni og ef að Grindvíkingar hleypa honum lausum, þá er KR-ingar góðum málum ef þeir fá stjórnarhraða leiksins og fá að vera svona með hann í aðluturki. En ég trúi ekki öðru en að Grindvíkingar ætla að reyna að hemja hann og hefta það að hann sé að mata aðra. En það er náttúrulega búið að vera í KR-liðinu, mannskapurinn er þannig að þeir þurfa ekki bara Pavel, þeir þurfa þessa heild. Brynja þarf að vera hérna í toppandi í dag til þess að vinni og hann er svona, myndi ég segja, það er mikilvægt að Brynja myndi stíga hérna upp og eiga toppleik. Þannig að ég er ekki viss að framlag Fannas og Fannar gera alltaf sitt. Það er bara svolítið, hann bara gera alltaf sitt. Svo eru strákar, Hreggviður og Finnur,
þeir þurfa að standa pliktina á móti Páll Axel og þeim sem spila stöðu 4 fyrir Grindavík. En ég held að Markus og Brynjar, og sérstaklega kannski Brynjar þarf að stíga hérna upp. Friðrik hjá Grindavíkurliðinu, lykilmenn klárlega Páll Axel og Ryan Pettinella. Já, klárlega, og ég hlakka dálítið mikið til að sjá hvernig leikmenn eins og Páll Axel og reyndar Lalli, Ólafur Ólafsson bregðast við gott. Ég held að fyrir Grindavík þá er algjör lykilatriði að þessum stígi upp og eigi góðan leik. KR-ingar náttúrulega eins og við tölum á hann hafa verið á gríðarlegu skriði og undanfarnar vikur náttúrulega verið að toppa bara og verið langbesta lið á landinu. Þarna að samanskapi held ég geti komið Grindavík til góða, allt hæpið í kringu KR og þeir hafa fengið að koma upp í skuggunum eins og við munum hvað gerist innan fyrir 2 árum þegar Stjarnan mætir hérna í bikarúrslitaleik og KR-ingar voru að plana hátíðarhöldin, gleymdu að spila leikinn, að sami gæti gerst í kvöld. Já, það er bara, það skiptir gríðarlega máli fyrir hvernig Þorleifur Ólafsson ætlar að koma inn í leikinn og kannski það sem að Grindvíkingarnir hafi verið að kljást við er það að þeir eru búin að skipta 3 leikstjórnenda á tímabilinu og það er mikilvægasta staðan á vellinum. Hjá KR er svoleiðis það í topplagi, þannig að ég sé spurningamerki við leikinn í dag hjá Grindavík er hvort að leikstjórnendin hjá þeim ná að stýra liðinu eða hvort það sé að leita fyrir sjálfan sig. Þá vitum við það, allavega það er hægt að ræða þetta fram og tilbaka í allan dag en það styttist í að leikurinn hefjist. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Benedikt Guðmundsson ætla að lýsa leiknum fyrir okkur og við gefum boltanum upp á þá. Takk fyrir það Einar Örn, styttist í að leikurinn hefjist. Leikklukkan segir að það sé 3,5 mínúta í það, þannig að það er örstutt í það. Benedikt, þú eru eitthvað spá í spilin? Já, ég meina þetta verður vonandi alveg hörkuleikur. Þetta eru svona lið sem eru á sikkurum staðnum. Helgi Jónas kannski ekki með sitt lið þar sem hann myndi vilja hafa það akkurat á þessum tímapunkti. Hrafnir með KR-ingana á mjög góðum stað og þvílíkri siglingu og mikill uppleið. En þetta er eins og menn vita, þetta er bara einn stakur leikur. Þetta er bara dagsformið mikið að hluta til og það er bara, úrslitin ráðast bara á næsta 1,5 tímanum. Það skiptir engu máli hvað er búin að vera að gera á undan síðustu vikur, mánuði. Þetta er bara dagurinn í dag. Við tala sérfræðingarnir hérna hjá Einari að Þorleifur Ólafsson þurfi að komast í gang, sammála því? Já, Lalli hefur nú alltaf verið svona wildcard í Grindavíkurliðinu og hefur getað komið inn með stórleiki þar sem hann hefur verið algjörlega frábær. Þannig að Grindavík veitir ekkert að hans framlag í dag. En það er komið að því að þjóðsöngur Íslands, lofsöngur, sé fluttur.
Já, þar höfum við það. Dómararnir í þessum leik, þeir eru 3 og tveir af þeim að minnsta kosti eru svona kannski þekktustu dómararnir hérlendis, Sigmundur Már Herbertsson og Kristinn Óskarsson sem við sjáum hann í miðjunni og til vinstri, og síðan er það Björgvin Rúnarsson þarna til hægri. Þetta er ekki bara einhverjir 3, þetta eru bara 3 bestu dómarar landsins. Þetta er bara þotuliðið í dómgæslunum nánast. Allir búnir að vera FIFA-dómarar og einhverjum tímapunktum, og þannig að þetta þurfum ekki að ákveða dómgæslun í dag. Það er náttúrulega mikilvægt að vera einmitt með bestu dómararna í svona mikilvægum leikjum. Að sjálfsögðu, og það er náttúrulega á að vera svona hvatakerfi fyrir dómarana. Bestu dómararna fá stærstu leikina og svo framvegis. Það eru 3 dómarir í dag, getur eitthvað sett okkur inn í af hverju eru 3 en ekki 2? Það hefur svona verið svona erlendis mikið svona 3 dómarakerfi sem að svona verið að reyna að innleiða hérna aðeins, og ég held að í öllum bikarleikjunum í vetur hafi verið 3 dómarar. Ég held þessi örugglega var með rétt mál þar. Það verið hafa gengið ágætlega, en við kannski fáum liðin upp á skjáinn sem leika hér í dag. Lið KR og Grindavíkur. Hérna sjáum við Grindavíkur liðið. Kannski óþarf að fara yfir alla leikmennina þarna. Einhver sem við getum tekið sérstaklega út á þessum leikmannalista. Nei, Grindvíkingarnir hafa náttúrulega verið að styrkja sig svona líður á tímabilið. Þeir eru þarna með nýjan leikstjóra, Kevin Sims. Ég veist hann vera svona svolítið spurningamerki. Hann hefur kannski ekki alveg sannað sig ennþá. Mladen Soskic er nýr leikmaður sem kom fyrir rúmri viku. Þannig að það eru svolítið spurningamerki í leikmannahópnum hjá Grindavík. Hérna sjáum við svo lið KR. Já, einhverju sem við erum að fylgja sérstaklega vel með þarna fyrir utan þessar stórskýtur, einhverju svona sem getur verið einhver X-faktor hérna í dag. Það sem er kannski styrkur KR núna. KR er ekki verið að gera neina breytingar á sínu liði. Þetta er sami hópur og byrjaði tímabilið. Þannig að liðsheildin hefur verið aðhaldsmerki KR núna eftir jól, þar sem að stigaskorið er að dreifast, menn þekkja orðið vel á hvern annan og þeir eru að spila sem sterk heild þessa dagana, og það er það sem er að skila KR öllum þessum sigurum undanfari. Þeir eru með virkilega sterkan varamannabekk. Já, ég menn þeir geta spilað á 10, 11, 12 mönnum eða því er að skipta, og engin veikur hlekkur í leikmannahópi KR. Eina sem að kannski háði með vetur, að það voru einhverjir nýjir leikmenn eins og Hreggviður Magnússon og einhverjir að koma inn, og það þurfti bara að slípa þetta saman, og nú er það komið, þannig að þetta er orðið alveg svakalega sterkt lið í dag. Og það hlýtur að segja líka til styrk KR-inga að hafa efni á því að vera með menn eins og Hreggvið og Skarphéðinn á bekknum, menn sem að væri örugglega í byrjunarliði í flestum liðum í deildinni. Já, ekki spurning. Hreggvið er náttúrulega búinn að vera kóngurinn í Breiðholtinu í mörg ár, verið þeirra aðalmaður, fyrsti kostur sóknarlega og svo framvegis. En nú er hann kominn í KR og þar er samkeppnin bara allt önnur, og hann hefur verið að koma að bekknum svona held í flestum leikjum, byrjað einhverja leiki. Svo við höldum að fara aðeins yfir þetta KR-lið, þá er náttúrulega yngri bróðir Jakobs, Arnar Sigurðssonar, Matthías Orri Sigurðarsson í liðinu. Það er efnilegur piltur. Gríðarlega efnilegur, og þeir eru 2 mattarnir hérna 16 ára. Hinn er ekki í hópnum núna, ekki pláss fyrir hann, en báðir er alveg gríðarlega efni og eiga eftir að skila sér, og ég get náttúrulega bara fullyrt, eiga eftir að skila sér í landsliðsmenn og toppspilara erlendis. Það fer alltaf að vera til reiðu hér í Laugardalshöll. KR í úrslitum annan leikinn í röð hér í dag. Það voru Keflvíkingar sem höfðu betur í kvennaleiknum gegn KR. Nú er það nýr leikur fyrir Hrafn Kristjánsson sem þjálfar bæði liðin. Nú mætir hann þessum manni hér, Helga Jónasi Guðfinnsinni, sem stýrir liði Grindavíkur. Grindavík unnið aðeins einn af síðustu 5 leikjum sínum. Það var einmitt undanúrslitaleikurinn í bikarkeppninni. Tapar þessum síðustu 4 deildarleikjum. Heldur að það geti eitthvað sett strik í reikninginn? Og með að Grindavík sé búið að ganga illa. Já, í deildinni, þessum síðustu 4 leikjum þar. Auðvitað hefur maður áhyggjur af því fyrir þeirra hönd að þetta hefur ekki verið að smetla hjá þeim undanfarið, en það er spurning. Þeir eru búin að hafa viku núna til þess að gíra sig upp í þennan leik, og Helgi er örugglega búin að fletta upp öllum blaðsíðunum í bókinni hvernig á að koma mönnum í stand, og þetta ég held að sé aðalega bara spurning með andlegu hliðinni hjá Grindavík. Sjáum hvað setur í því.
Liðin eru svona að leggja loka hönd á sinn undirbúning núna ef við getum komist að þeim orðum, eða orða það þannig. Mikil stemming, sérstaklega hjá Grindvíkingum. Allir gulir öðrum megin í stúkunni. Já, mér sýnist stuðningsmenn Grindavíkur vera klárlega tilbúnir innan leik og það er mikil stemming í þeirra röðum hérna í pöllunum. Sjálfsagt Háls bæjarfélagið eða allt af því komið hingað í höllina. KR-ingar orðið 9 sinnum bikarmeistarar, oftar en öll önnur félög. En hins vegar hefur liðið ekki orðið bikarmeistari síðan 1991, eða fyrir 20 árum síðan. Þetta er bara nánast eins og biðin hjá fótboltanum hann árið, þar sem þetta bíða í rúma 2 áratugi og margir á því að það sé kominn tíma á þetta núna og álögunum sé létt svona á 20 ára afmælinu. Og margir svona bent á það að leið KR í höllina hefur kannski ekkert verið svakalega erfið. Það hefur ekki verið að mæta toppljónum kannski hingað til, en það skiptir engu máli. Það er bara, þeir eru komnir hérna og það er þessi 2 lið sem er að bítast þetta. Og þetta verður bara svakaleg stemning hérna í dag, ég get alveg lofa því. Grindvíkingar með nokkuð hefðbundið byrjunarlið, Ryan Pettinella, Axel Vilbergsson, Kevin Sims, Þorleifur Ólafsson og síðan Mladen Soskic. Ja, hefðbundið, hann náttúrulega fylglega nýkomið inn í þetta. KR-ingar með Finn Atla Magnússon, Pavel Ermolinski, Fannar Ólafsson, Markus Walker og Brynjar Þór Björnsson. En leikurinn er hafinn og það eru Grindvíkingar sem vinna boltann í uppkastinu. Axel Vilbergsson og Kevin Sims. Markus Walker pressar hann framalega Kevin Sims. Gefur hann mikil grið þarna strax í upphafi leiks. Það er svakalegt að horfa á Walker vera að taka þessa boltapress og menn. Páll Axel og Þorleifur Ólafsson með skot og þetta er ekki onni. KR-ingar ná frákastinu. Pavel Ermolinski gefur til kynna hvernig eigi að spila þessa sókn. Pavel finnur, hann hendir inn í á Fannar sem reynir að setja hann ofan í og það gengur eftir. Fyrstu stíginn í þessu leik gerir fyrirliði KR Fannar Ólafsson. Laglega spilað hjá KR-ingum. Það er sterkt hjá KR-ingum að fara bara strax inn í teig í fyrstu sókn og klára það vel. Með Grindvíkingarnir þeir byrja á þriggjastaðaskoti og ég held að Grindvíkingar þurfi svolítið að hitta vel úr þriggjastaðaskotunum í dag. Þeir hafa gert það í gegnum tíðina en við sem sáum hérna Grindavík Snæfell daginn, það var ekki bolti niður, þannig að það er spurning hvort að þar gekk ekkert upp, en þá var það hins vegar þessi maður hér, Ryan Pettinella, sem hélt Grindavík á floti og hann setur boltann ofan í fyrstu stig Grindvíkinga í þessum leik. Gerir Bandaríkjamaðurinn Ryan Pettinella 2-2. Aðeins mínúta liðin á þessum leik. Pavel Ermolinski með sendingu af Fannar Ólafsson og allt galopið og þessi ofan í. Vel spilað, aftur er það Fannar sem skorar fyrir KR-inga. Kevin Sims. Það gerir Sims. Komin upp á körfunni og fær villu dæmda á KR-inga. Þetta er væntanlega bara víti. Fannar er hérna á smá reyfingu og þetta eru klárlega 2 skot. Það er fínt fyrir Sims að fá tækifæri til að stimpla sig hérna snemmin í leikinn, en mér sýnist Fannar þurfa að skipta út af. Það er nú gott fyrir KR-inga svona á uppáhaldsmínútunum, en það er Jón Orri Kristjánsson. Kemur inn á í hans stað. Spilar þá væntanlega með þeir Tjastla Fannari saman. Já, hann er komið blóna sér hann að sýnist mér. Hefur fengið eitthvað högg á nebban. Þannig fekk hann á sig. En Kevin Sims á vítapunktinum fyrir Grindvíkinga og setur fyrra skotið niður. Ykkar munin í 1 stig. Sama með fengið einn á lúðurinn Fannar. Það fara að þurrka það áður en að fara að koma áttur inn á Kevin Sims í síðara skiptið og setur það skot líka niður. Jafnametin í 4-4 á Pavel Ermolinski. Pavel sækir í aftakörfunni, Brynjar Þór Björnsson. Það gerir Brynjar, aftur á Pavel. Páll Axel í Pavel og hann sendir inn á Jón Orra og hvað verður þessu? Finnur Atli Magnússon blakar boltanum ofan í. Stóróstæðilegur Finnur.
KR-ingarnir halda áfram að leita inn í teig og enda eru alveg gríðarlega sterkir inn í teignum. Þá gott sniðskot þarna hjá Kevin Sims. Hann að stimpla sinn, kom með 4 stig núna strax í upphafi leiks. Jafnar í 6-6. Allt í játnum svona á fyrstu mínútonum. Brynjar Þór Björnsson, Finnur Atli, reynir 3 stiga skot og þetta ekki óný og Páll Axel Vilbergsson nær frákastinu. Páll að spila svona kraftframherja núna. Þeir eru með Ryan Pettinella svona sem kannski eina svona alvöru inside eða svona leikmann sem spilar inn í teig. Það er mann að mála með Páll Axel. Hann oftast erfiðastu þegar hann að spila þessari stöðu. Þá hann með kannski hægari mann á sér og því kannski þorir ekki alveg út í hann og þá hann að fá opið skot fyrir utan. Reynslu bolti Páll Axel í liði Grindavíkur. En þá Kevin Sims, Marcus Walker gefur hann mikinn grið þarna í vörn KR-inga. Fylgjur hann með svo skugginn. Þá Páll Axel. Það gerir hann, ekki tekur hann skotið þarna fyrir utan, nei hann sækir í átt að körfunni og dæmd villa. Og 2 vítaskot. Þetta bara innkast. Villan var greinilega hérna fyrir skotið. Sjáum það betur hérna einmitt í endursýningunni og Grindvíkingar með boltan og Páll Axel með 3 stiga skot en það geigar og Marcus Walker með frákastið. Hann geysist upp að körfunni og hvað? Brotið á Fannar eða hvað? Nei, hann nær boltanum en Grindvíkingar taka frákastið á Kevin Sims. Grindvíkingar Pettinella nær þessum bolta ekki. Þá Pavel. Brynjar með 3 stiga skot en ekki fer það ofan í. Það er mikill spenningur í gangi hjá báðum liðum greinilega. Þeir eru að ná þessum skrekk úr sér. Tekur kannski alla fyrsta leiklutan en vel gert þarna hjá Ryan Pettinella. Jóna að klára þetta. Glæsileg karfa hjá Ryan Pettinella. Þetta er náttúrulega tröllaburðum og mjög sterkur hann inn í teig. Algjör gullmóli fyrir Grindvíkinga. KR-ingar kasta boltanum, fleigunum bara þarna út af. Stemmingin í húsinu með Grindvíkingum sem eru 2 stigum yfir 8-6. Já, koma Grindvíkingar, Kevin Sims. Hann stýrir sóknarleik sinnamanna. Finnur hann á mót honum, Marcus Walker áfram í honum. Og Sims fellur við og hvað? Grindvíkingar halda boltanum. Eða hvað? Nei, fín vörn hjá KR-ingum. Já, Grindavík vann uppkastið þannig að KR á þennan bolta. Það verður fróðlegt að sjá hvernig Sims gengur á móti Walker. Nú kemur Marcus Walker. Já, Fannar Ólafsson. Finnur. Nei, Fannar enn með boltan. Pavel. Lermolinski á Finn Atla Magnússon. Vel gert hjá Pavel og Finnur klárar þetta vel. Ekki ónýtt að vera með svona hávaxinn mann í teignum til að gefa á. Pavel átti þessa sókn nánast skuldlaust. Þorleifur á Páll Axel, Kevin Sims. Páll Axel. Nú er hann með minni mann á sér en flott vörn hjá KR-ingum. Voru þarna vel fyrir og þá Pavel Lermolinski og fær vantarlega víti. Það var Pavel Lermolinski sem fer á vítalínuna. Grindvíkingar að reyna að mæta hæðinni hjá Pavel og að setja Mladen Soskisk á hann sem 2 metra líka og þannig að þeir eru svona að reyna að mæta þessum sentimetrum sem að Pavel hefur nú fram yfir flesta sem að dekka. Pavel Lermolinski á sinni annari leiktíð með KR-ingum og setur fyrra skotið niður. Náttúrulega fæddur og uppalinn á Íslandi þó að nafnið gefur það kannski ekki til kynna. Pappans náttúrulega neynusamni Alexander Ermolinski. Bæði vítin niður hjá Pavel og staðan því 10-8. Kevin Sims. Páll Axel, Finnur til varnar.
Páll Michael sækir í áttakörfunni, sendir hann út en Marcus Walker nær þessum bolta og sjálfur Marcus Walker og brotið á honum. Það hefur ekki gengið hjá Páli að vera að fara 1-1 allan að hinga til. Áðan var hann með Walker á blokkinni og núna finn hann fyrir utan. Ekki gott að tapa boltanum í hendurnar á Walker sem er skruggufljótur, eldsnöggur. Nú er hann mættur á vítalínuna og setur fyrra víti niður. Sömuleiðis frá síðara 4 stiga munur 12-8. Það þýðir ekkert eitthvað kærulaus í kringum Marcus Walker. Hann er mjög snöggur á milli staða og þó hann sé ekki við hliðina þar akkurat þegar sendingin á að fara að koma. Þá geta hann verið komin eins og hann sýndi þarna. Það fara með Walker til varnar hjá Sims og nálægt því að stela boltana þarna en fær vantarlega villu. Sjáum þetta aftur í endursýningu. Já, þetta er hárrétt, hann fer í hann þarna. Bæði hendina og síðuna á honum. Hann tók áhættuna þarna á Ryan Pettinella. Og Þorleifur Ólafsson með 3 stiga skot sem geigar. Fannar með frákastið á Marcus Walker, eldsnöggur sem fyrr og gerir þetta sjálfur og hvað? Þetta er vel gert. Pavel Ermolinski flaggar honum hann ofan í 14-8 og Grindvíkingar taka þá leikli 6 stigum undir. I told you guys, make him a jump shooter. If he gets into the lane, he will find the open man. Don't press him too hard. Make him a jump shooter. Every basket they got are layups. We need to be quicker back and stop the ball. Be strong on offense, guys. Strong on offense. It's going in transition. Let's go. Gotta get back. Já, Helgi Jónas skeppir á einhverju hlutum þarna en það er kannski ágætt að rifja upp þessa frábæru tróðslu hjá Pettinella þarna í upphafi fyrsta leikhluta. Benedikt vekur ástæðu til að rýna í tölfræðina eins og staðan er núna þegar fyrsti leikhluti er rétt rúmlega hálfnaður. Já, maður er búinn að vera Grindavík búið að fá 3 þriggjastiga skot og 2 eru nokkuð opin. Þau hafa ekki verið að detta. Ég held að þau þurfa að detta svolítið vel fyrir Grindavík í dag eða þeir ætla að eiga góðan möguleika í innan leik. Þeir þurfa að fá þessu ógn. Þannig að við skulum sjá hvernig þeir reiðir af svona í framhaldinu. Sjáum hvað setur Grindvíkingar með boltan. Kevin Sims og ekki fór þetta niður. Það hafa verið óhefnir í skotum sínum það sem hafa verið Grindvíkingar. Þá Ermolinski á Marcus Walker. Hann sendir hann út á Brynjar Þór Björnsson. Lítið farið fyrir Brynjari þessar fyrstu mínúturnar. Enga síður mikilvægur leikmaður í KR-liðinu. Þá Brynjar á Finn og Finnur fær opið 3 stiga skot en ekki fer þá ofan í. Grindvíkingar með frákastið Kevin Sims með þrist og brotið á honum þarna. Þetta eru þá vantarlega 3 víti. Já, og önnur villun á Walker. Það gæti nú verið dýr spaug fyrir KR að missa hann í einhver villuvandræðu. Það eru 4 mínútur eftir að fyrsta leikhluta og hann er strax komið 2. Saman aftur 3 stiga skotið. Það er nú ekki mikið í hann á þessum myndum að dæma en ég held að þetta hafa nú verið alveg hárrétt samt. Kevin Sims á vítalínunni. Fyrsta á 3. Það er niður. Annað hins vegar ekki. Það var að 3. og síðasta fær náttúrulega 3 þar sem var brotið á honum í 3 stiga skotinu. Setur 2 niður af 3. Kevin Sims. Líkar munin í 14-10. Þá Brynjar Þór Björnsson. Þetta gerir Brynjar laglega og uppsker hvað. Ekki var þessu ofan í var það. Nei, hann gerði þetta allt rétt og mjög vel. Það vantaði bara hann aðeins upp á úliðin að klára þetta.
mætast þeir Kevin Sims og Marcus Walker. Þá Soskic og Sims. Pettinella með frákastið og þetta gerir Pettinella vel. Það er húkið bara. Frábær leikmaður Pettinella. Gaman að sjá þetta. Hann er skemmtileg típa og fyndinn skotstílinn hans kannski þegar hann fer á vítapunktinu. Við höfum ekki séð það ennþá. Ólafur Ólafsson þarna til varnar. Þá Marcus Walker. Walker með 3 stiga skot og
Grindavík að ná að fara svolítið á eftir þessum sóknarfrákostum og menn að koma, þetta eru stundum langt frákost sem að detta langt út í teginn og Grindavík hefur verið að ná þeim svolítið. Tveggja stiga munur, KR í vil, Grindvíkingar með boltan, Þorleifur Ólafsson. Hittir ekki. Og enn eitt. Og þá bróðir hans Ólafur. Ekki gengur þetta. KR-ingar fá boltan. Finnur og Pavel. Og Pavel Ermolinski, frítt skot á Skarphéðinn en býður nú við. Grindvíkingar ná frákastinu. Pavel duglegur að búa til. Galopni skot fyrir félagana. Á Kevin Sims og þeir með frákasti Ólafur Ólafsson. Frábærlega gert hjá Ólaf Ólafssoni. Búinn að eiga góðan leik í fyrri hálfleik Ólafur. Jafnar metin í 36-36. Kom fljúandi hann inn á eftir þessu. Helgi Jónas alveg trilltur hérna á hliðarlínunni. Við sjáum að hann nú reyndar ekki. Það kannski ekki náttúrulega að velta sig upp úr því. Ólafur er náttúrulega mikill háloftafugl og hefur verið að vinna tróðslukeppnir og annað. Hann getur stokkið drengurinn. Hann jafnar aftur, allt í játnum, 36-36, Brynjar Þór Björnsson fyrir KR á Finn Atla Magnússon og þá Fannar Ólafsson en flott vörn hérna hjá Grindvíkingum. Þetta er æsispennandi, enda mikið í húi, sjálfur bikarmeistaratitillinn. Það er hálf mínúta eftir að fyrri hálfleik. Þá Fannar. Það gera KR-ingar. Grindvíkingar komast inn í þetta en KR heldur boltanum. Sama skotklukka, Pavel. Bjóð til hérna fullt af plássi en Kevin Sims kemst í boltan og væntanlega brota honum og stuðningsmenn Grindavíkur alveg brjálaðir og brjóta meira að segja eitt auglýsingaskipti þarna. Spurning hvort það verið eftirmála við því. Dennis Þorleifur eitthvað að neitt sig. Þeir að beðið hennu skiptingu. Þetta aftur þarna. Íslandsliðs fúkerinn neyður að það. Já, þeir voru allavega ekki að kanna hvort að Skarphéðinn hafi með sig eitthvað auðvitað. Þorleifur er hins vegar sárþjáður en Brynjar Þór Björnsson með þriggja stiga skot og Ólafur með frákastið. Staðan jöfn 36-36, Kevin Sims á Pettinella og Ómar setur þetta niður. Það sjáum við þríinn í sóknina. Þá Brynjar Þór Björnsson og setur þetta niður, jafnar metin aftur. Brynjar að komast í gírinn. Já, menn með ekki falla svona frá Brynjari. Hérna fóru við bara frá honum og það er bolti sem skorar. Þannig að hann þakkaði bara pent fyrir sig. Ég held að sé alvarlegt mál hérna fyrir Grindavík að bæði Þorleifur og Páll Axel eru mjög tæpir í hásunum og geta lítið æft. Mér sýndist Þorleifur að vera meðan sig í hásunum núna, þannig að ég er ekkert bjartsýnn á það. Við sjá Þorleifur eitthvað meira í þessum leik. Það er eitthvað verið að reyna að kíkja á hann hérna og reyna að koma honum á stað aftur en það verður að koma í ljós. Staðan jöfn, Kevin Sims fer á stað í þessa sókn fyrir Grindvíkinga sem oft áður og tekur þriggja stiga skot en búið að dæma þarna. Sjáum Þorleif þarna kveika sér á bekknum. Sjáum þetta síðan í endursýningu.
Þá fáum við að sjá Ryan Pettinella á vítalínunni. Já, það hefur verið brotið á honum áður en Sims fór í skotið sitt. Sjáum við hennar furðulega skotstíl hans á vítalínunni. Það er alltaf þegar hann setur víti niður, þá er alltaf mikið fagnað. Það gerist ekki. Það er fagnað þessu, setur það síðara niður. Þetta er stórfurðulegur skotstíl. Já, ég ætla bara að biðja unga iðkendur í stundar körfubolt út alland að loka augunum þegar hann er á vítalínunni. En þá KR-ingar og Brynjar með frákastið. Og í baráttunni og þetta gerir Brynjar Þór Björnsson vel. Þvílíkt sterkt hjá honum hvernig hann fór hann alla leið og kláraði þetta. Baráttu karfa hjá Brynjari og kemur KR yfir 40-39. Tíminn tifar 49 sekúndur tæpar eftir af fyrri hálfleik. KR-ingar leiða með 1 stigi. KR-ingar gera breytingu á sínu liði. Ólafur Már Ægisson leysir Brynjar Þór af fær smá hvíld. Þá Páll Axel, hann er kominn inn á Pettinella. Páll Axel, aftur á Pettinella. Og skot, en KR-ingar ná síðan frákastinu. Pavel Ermolinski. Sækir hérna inn á teginn. Þetta gengur ekki hjá Hreggviði. KR-ingar með boltan, Skarphéðinn á Hreggvið, þá Pavel. Þetta var gott sóknarfrákast af Jón Orra, hann er mjög fylginsýr í þessu. Þannig að KR fær síðasta skoti. Þarna tók Jón Orri bara síðustu sóknina af Grindavík. Pavel hefur bara tíman, reyna að nýta skotklukuna á Pavel Ermolinski, en þetta gengur ekki. Það er góð hugmynd og Grindvíkingar gera örvæntingafulla tilraun til þess að kasta boltanum í körfuna. Þarna var Pavel eitthvað bara að lesa vitlaust í stöðuna, hann var bara kominn alla leið og þurfti ekkert að flýta sér. Guðni, þegar þú gerir upp fyrir hálfleikinn í 3 setningum. Þetta er bara jafnt, þetta er barátta og þetta ræðst bara í lokin. Staðan í hálfleik 40-39 fyrir KR, allt í járnum. Og við megum búast við æsi spennandi síðari hálfleik. En áður en að honum kemur þá held ég sé rétt að Hjörtur Júlíus Hjartarson taki við niður á gólfi. Jú, takk fyrir það Helgi Jónas, hraði, spenna og fullt af skemmtilegum tilþrifum. Er gaman að horfa á þetta sem þjálfari? Já, þetta er mjög gaman og ég segi við erum að gera góða hluti en við þurfum aðeins að fínpússa smá í vörninni. Þú er ekkert farið svona hálfsmeykur inn í en leik með hvernig svona liðið hefur spilað í undanförnum leikjum, en það er fínn gangur í þessu. Nei, ég var ekkert smeykur. Þetta var rétti leikur til að snúa blaðinu við. Það gangi vel. Og hjá mér er einnig Hrafn Kristjánsson, þjálfari KR-inga. Með sælurinn 9 áðundur góðir. Hér er leikhlé í Laugardalsvellinum í bikarúrslitaleik KR og Grindavíkur. Staðan er 40-39 KR í vil. Strákar, það er allt opið í þessum leik, það er allt í járnum og til þessa frábær leikur. Já, mikið barátta og bara nákvæmlega sem allir vilja fá að sjá. Ég veit að þjálfararnir myndi vilja hafa þetta þægilegra en þessum þeir sem er að horfa, þetta er bara frábært. Mikið atriði sem þetta gagnrýna og flott tilþrif hérna. Brynjar til dæmis hérna í lokinu, hvernig hann kláraði hérna í lokinu. Frábær tilþrif og ég held að við það bara sjá miklu meira í seinni. Friðrik, kannski baráttan fyrst og fremst einkennt þennan leik. Það er barist hvert einasta frákast, það er ekkert auðvelt lay-up og engin auðvelt skot gefinn. Já, það er rétt, það er búið einkenna leikin alveg gríðarleg barátta og kannski pínlítið á kostnað geðina. Liðin hafa ekkert verið að hitta hennar sérstaklega og það hefur verið dálítið mistök, en bæði lið eru að berjast gríðarlega mikið og langa mikið í þetta. Það er rosalega vilji á báðum liðum og Helgi og greinilega náðu að stemma sína menn upp allavega með umtalið fyrir leikinn. Það er bara frábær barátta. Þeir sakna framlags frá erlenda leikmanninn þeirra, Mladen Sokic sem kom til liða. Ég bjóstu meira á honum. Hann er ekki búinn að sitja niður korfu en reyna töluvert. En hinnir tveir erlendu leikmennir þeirra, Kevin Sims og Ryan Pettinella, hafa gert 21 stig fyrir liðið, 11 hjá Pettinella og 10 hjá Sims, þannig að þeir eru að skila ágætu starfi.
Já, þeir eru að spila mjög vel og eins og því sem Ólafur Ólafsson hafi stigið gríðarlega sterkur inn, búinn að vera að berjast eins og ljón og sett stóra og sterkar körfur. Björn líka. Bjössi líka kom með fína körfur. Þá vantar kannski ennþá framlagi frá Lalla og Paxel eins og ég talaði með upphafi. Það kannski getur gert bakkamunni fyrir þá en þeir myndu hrökkva í gang. En hinum megin Hrafnir skipta mikið og ég held að það er flott flæði hjá þeim og Brynjar er búinn að vera bara alveg ágætur hérna þó hann sem geti gert miklu betur. Hann er ekki beint að hitta þryggjastega körfunum en hann svona er með 9 eða 10 stig í hálfleik og það er frábæra tölum fyrir KR ef hann ætlar að vera kringum 20 stig. Eins og við tölum líka fyrir leikinn, Pavel Ermolinski, hann er komið 12 stig, 6 fráköst og 4 stoðsendingar og svona borið hittan og þungan af sóknarliði KR-inga. Þetta er náttúrulega besti leikmaður á vellinum þegar hann er í gír, það er bara þannig og eins og við tölum það fer allt í gegnum hann og hann er búinn að spila hann í leik mjög solid og ef hann heldur náttúrulega áfram að bæta í þá er náttúrulega KR alltaf líklegur. Ég held að þetta líka líkilandri fyrir KR hvort að Markus Walker er að halda sér á þremur villum í þriðja leikluta. Það er háalvarlegt mál fyrir þá og ef hann pikkar fjórðu því við sáum í byrjun leiks hvað hann setti gríðarlega boltapressu á bakverði Grindavíkur og hún náttúrulega datt dálítið niður þessi boltapressu leið hann pikka upp þriðju villuna. Þannig að þetta er dálítið líkilandri í leiknum hvort að hann er að hanga þriðja leikluta á þremur villum. Þeir voru hátt í 15 sekúndar að koma boltanum upp völlin bara á móti þessu og ég er samanlega frikað með því að það er sóknarleikurinn fór ekkert að byrja hjá Grindavík fyrir að hann var komið þriðvilluna. Þá kom Skarpiðinn með fína pressu á þeim en það er ekki það sama og Markus Walker, hann er alveg astanlega fljótur. Já, hann er ótrúlega fljótur. Það er oft sem maður missir af nokkrum skrefum, hann hverfur svona á milli stundum dungar upp bara fyrir fram að mannin aftur. Bæði lið eru að spila mikið boltahindrun upp á velli og eru ef þú horfir á bæði liðin þá er Grindavík að fara boltahindrun en þeir eru samt ennþá út á velli en Pavel fer að boltahindrun og hann er komin í miðjan teik í gullinni séns að búa til fyrir hinna og mér finnst það vanta hjá sem Sims að hann búi til meira fyrir félaga sína. Ég er ekkert sem að það breytist eitthvað í seinni hálfleik. Ég hef svo að það geti verið munurinn á liðunum í lokin hvað er að búa til meira úr boltapikkinu KR heldur en Grindavík. Hvað munum við sjá Helga Jónas breyta hjá Grindavíkurliðinu ef einhverju? Það er einmitt spennandi að sjá það hvort liðið fer að koma með eitthvað nýtt. Það er ekki nýtt sem komið í leikinn. Bæði liðin búin að vera í strípaðri maður og mannvörn. Nú hefur maður viljað fara að sjá annarkvort liðið setja inn einhverja svæðispressu, svæðisvarnir, breyta upp á okkur nýju þegar hann sé okkar andstæðinginn. Og mér finnst mjög líklegt að allavega annar þjálfarinn komi með eitthvað nýtt og ferskt í seinni hálfleik. Já, ég er sammála því og það í svona stöðu þegar játn í játn, þeir gætu haldið þessu svona út. Liðin er að fara upp og niður, það er 5-6 stig upp og niður. En þú verður í svona tækifæri, þú verður raun og verið að taka smá séns og vera tilbúin í það. Ég er sammála frekar með því að sá þjálfari sem að tekur skarið, ég held hann eftir að njóta vel af því að liðin er að hitta illa og frákasta baráttan er í lagi. Þannig að taka pínu séns aðeins að hrista upp í þessu ég sá þjálfarinn muni enda uppi með tótana í kvöld. En breiddin og þreytan í lokin, þú sagðir Hrafn er búinn að skipta mikið og hefur dreift álaginu meira á sína menn. Haldið að það komið til með að skipta? Það er engin þreyttur í bikarúrstaleik. Það er engin meiddur í bikarúrstaleik. Ég er sammála því, ég held að þetta komið ekki til með að ráðast á því hvort einhver springa á limminu. Þetta er bæði lið í hörku fórum með velþjálfuðu lið og þetta er að vera eitthvað annars hér að úrslitum. Já, ég meina við getum ekkert beðið meira og það er raun og veru væri frábært að fá þann leik bara í framlengingu. Þetta stefnir svona í hvernig í það en við þurfum að fá að sjá það í seinni hálfleik. Þá skulum við bara vinda okkur í seinni hálfleikin og gefum boltan aftur upp á Þorkel og Benedikt. Takk fyrir það Einar Örn. Ég ræddi við Grindvíkinga hérna í hálfleik og spyr út í Þorleif Ólafsson sem meiddist hann í fyrri hálfleiknum og þeir sögðu að það væri svona 50-50. Ja, helmingslíkur sem við notum íslensku, hvort að hann kæmi meira við sögu í þessum leik. Hversu mikið veikir það Grindvíkinga ef hann er út? Benedikt? Það er náttúrulega veikið á töluvert, menn hann er svona mikilvægur í sókn og vörn og breiddin náttúrulega minnkar klárlega við þetta, þannig að þetta er ekkert gott mál fyrir Grindavík og hann getur líka verið þessi svona leikmaður sem getur ráðið í úrslitum, komið með stóra körfur og stór bara play yfir höfuð. Sérðu einhverja breytingar hjá liðunum í seinni hálfleik, bara leikliðana þar að segja? Nei, mér heyrðist Helgi vera þokkalega sáttur með fyrri hálfleikinn og þetta er bara jafn leikur þannig lagað. Hrafn var kannski ekki alveg jafn sáttur svona, fannst að
sínu menn ekki verið að gera sumt af því sem var búið að leggja upp og ætlaði að skerpa á því í hálfleik. En þetta er mikilvægur leikluti sem er að byrja núna. KR hefur klárað mörg þessi lið í þriðja leikluta og hreinlega bara lappað yfir þau. Og Grindavík þarf að passa sig núna að vera á tánum og reyna að halda þessu svona jöfnu þangað til að vera svona að líða á fjórða leikluta og þá er allt opið en KR hefur klárað marga leiki í þriðja leikluta í vetur. Hér tölum við það, Friðrik Ragnarsson og Ingi Steinþórsson, að það væri stór hættulegt fyrir KR-inga að Markus Walker væri kominn með 3 villur. Já, það kemur náttúrulega niður á þeim varnarlega sérstaklega. Hann er kannski ekkert eitthvað ómissandi í sókninni þegar nóga mönnum sem geta skorað. En þessi varnarbrotur hjá þeim, hann svona sem fremsti maður að pressa á boltann og svona riðla sóknarleika andstæðinganna. Þeir eiga klárlega eftir að finna fyrir því þar ef hann þarf að fara að sitja mikið meira út af vegna villuvandræða. Setjum dæmið upp þannig að hann fái bara 5 villur og verði ekkert meira með hver myndi leysa hans stöðu ef það yrði þannig. Þeir eiga náttúrulega nóga mönnum til þess að fylla inn og þeir hafa þá verið að koma með þessa mínútu sem að Walker var út af. Þá hefur Skarphéðinn verið að koma inn og Ólafur Ægisson og fleiri. Þeir eiga nóga mönnum hann, þannig að ég hef engar áhyggjur af því en hann er svo mikilvægur varnarlega fyrir þetta lið að þess vegna er nú betra að hafa hann heldur en ekki. Það stutt í að síðari hálfleikur hefjist, staðan 40-39 í hálfleik, einstigsmunur KR-ingum í vil. Svo ég segi það enn einu sinni, KR-ingar hafa ekki orðið bikarmeistarar í 20 ára eða síðan 1991. Þeir geta orðið bikarmeistarar í 10. sinn. Vinnið þeir hér í dag. Grindvíkingar geta unnið bikarinn í 5. sinn. 1. sinn í 5 ár. Það síðast 2006. Það var Páll Axel Vilbergsson í liði Grindavíkur. Rétti svo nú. Þau eru marga fjöruna sopið þarna með þeim gullklæddu en þá ætti alltaf að vera til reiðu. Kristinn Óskarsson fyrir að gefa meldingar það að síðari hálfleikur geti hafist og hann er farinn af stað. Markus Walker með boltan fyrir KR-inga. Leikur þarna upp að körfunni. Þá Pavel Ermolinski. Walker. Fyrir Walker, þetta er ekki ofan í og Ólafur með frákastið. Og Kevin Sims upp að körfunni og það eru Grindvíkingar sem fá boltan. Þarna fannst mér bara Walker klaufa klárið ekki, hann gerir þetta allt virkilega vel og Kevin Sims, hann er duglegur að koma sér á vítalínunni í dag. Flest hans stiga eru nú á vítalínunni, hann er kannski, ég held að sem eina körfu utan á velli, annars held ég að hitt sér bara víti og með 10 stig núna í hálfleik. Þar kemur 11. stigið frá Sims. Og 9 stig af vítalínunni og núna 10-12 í það heila og kemur Grindvíkingum yfir 41-40. Walker finnur. Ekki fór þetta ofan í og enn er það Ólafur með frákast. Átt góðan leik þar sem af er Ólafur Ólafsson og með 3 stiga skot langt utan af velli og dreif ekki á körfuna. Þetta kannski sýnir sjálfstraustið og trúna á sjálfan sig að hann hikaði ekkert við að taka þetta skot 2 metrum fyrir utan 3 stiga línuna. Þetta getur verið kostur oft og stundum ókostur. Það Fannar Ólafsson, Finnur Andri Magnússon. Það voru þetta hálfabóttanum. Einu stíi undir núna, þetta er allt í járnum. Það verið jafn og spennandi leikur. Það verður það sjálfsagt áfram og alveg fram á síðustu stundu Pavel Ermolinski. Og Grindvíkingar ná boltanum, Kevin Sims. Á Pettinella sem, brotið á honum. Og vel gert hjá KR og eftirleikurinn auðveldur fyrir Pavel Ermolinski. KR-ingar aftur komnir yfir. Sims. Ólafur. Á Pettinella. Þetta var virkilega flott flétta hjá Grindavík. Þá fáum við að sjá víti
smiðju Ryan Pettinella. Setur seinna vítið niður rétt eins og áðan. Jafna metin aftur, 42-42. Það ruðningur. Það er þriðja villan á Pavel held ég alveg örugglega, jú. Ekki það gott fyrir káringar, nú verður Pavel að passa sig. Kevin Sims. Nóg eftir þessu leik, 8 mínútur eftir að þriðja leikhluta af 4. Pettinella losa sig og nei, þessi fór ekki ofan í. Það virkilega óöppin hana. Það virtist eiginlega að fara ofan í og upp úr aftur einhvern veginn. Kristjánsson talar þarna við sjálfan sig. Pettinella er erfiður ef hann kemst svona djúpur að körfunni þá er erfitt að eiga við hann. Hann er svo hrikalega sterkur líkamlega. Markus Walker finnur og þessi sending ratar ekki á samherja og Grindvíkingar komast inn í þetta. Páll Axel á Kevin Sims. Aftur á Páll Axel. Ólafur, Pettinella og Páll Axel Vilbergsson með skot og hvað ekki fer að doni en þeir ná frákastinu. Mladen Soskic. Grindvíkingar þegar við bakið á sínum mönnum. Pettinella, Sims með skot og Pettinella með frákastið að hvað káringar ná boltanum. Markus Walker snöggur fram. Grindvíkingar komið með 3 í vörnina. Þá Pavel Ermolinski gerir þetta gríðarlega vel. Kemur Káir yfir. Alveg með þetta. Það er ekkert að fara neitt fleiri orðum það leik Pavel Ermolinskis. Ólafur Soskic. Það var skemmtilegt. Það er bara verið skrif á Mladen Soskic. Já, hann tók hérna allt og mörg skref og auðvelt að dæma þetta á hann. Brynjar Þórbjörnsson. Út af körfunni, sendir hann út á Pavel. Sem nær boltanum. Pavel, Soskicins varnar og Pavel með skot. En Ólafur fær þennan bolta í hendurnar og sækir það á körfunni og góð sending hjá Ólafi og brotið á Pettinella. Já, það er dæmdur ásendingur og Brynjar, hann veit meina þeir dæma hann brotið viljandi og það er þá 2 skot og boltinn. Brynjar Þórbjörnsson, 9 stig, 2 villur. Það er svo sem ekkert slæm hugmynd að senda Pettinella á vítalínuna. Þriðja sinn sem hann fer á línuna hefur alltaf klikkað úr fyrra skotinu. Og núna klikkar hann á báðum. Frábær leikmaður en ekki á vítalínunni. Nei, það er ekki hans uppáhaldsstaður á vellinum. Páll Axel, Pettinella, Soskic, Ólafur. Ólafur komið sterkur til leiks og sækir óhræddur hérna á körfuna og mun hann myrst þegar hann næði boltanum á höndunum en káringar fá hann. Markus Walker snöggur fram og flott vörn síðan hjá Pettinella en Markus Walker nær boltanum aftur og setur þetta niður. 46-42 fyrir KR. Sims. Skemmtilega gert hjá Sims og Grindvíkingar fá boltan aftur. Páll Axel Vilbergsson með opinn þrist og setur þetta þriggja stiga skot niður. Minnka munin í 1 stig. Þá káringar, Markus Walker og glæsilega gert Finnur Atli Magnússon. Réttur maður á réttum stað.
Þeir eru bara að mæta í sóknar frá Ágústin. Nú er alltaf sjóð upp úr þarna. Nú er allt brjála á Grindavíkurbekknum. Og vilja menna Walker hafi nú ítt við honum, þess vegna minnst jafnvægið. Björgvin dæmir. Þetta tekur snerting. Maður sér það ekki frá þessu sjónarhorni. Spurning hvort hann hafi verið að reyna að fiska fjórðu villun á hann eða hvað, en allavega niðurstaðan ekki dæmt. KR-ingar með boltan, Brynjar Þór Björnsson. Brynjar enn með boltan. Nær að losa hann á Pavel. Pavel Ermolinski út á Brynjar sem er með frýtt skot og... Nei. Búið að dæma villu og Fannar hérna í baráttunni í frákastinu. Sáum svona í skottið þessari villu og Páll Axel liggur eftir þó ekki lengi. Kristjánsson kemur inn á fyrir KR-inga aftur. Fannar Ólafsson með sína þriðju villu. Já, þetta er 5. liðsvilla í þessum leikluta, þannig að Grindavík fyrir á vítalínu og verður á vítalínu í hver skipti sem að KR brýtur af sig það sem eftir er leiklutans. Páll Axel Vilbergsson setur þetta niður. Líka munin í 2 stig. Ekki gekk þetta. 2 stiga munur. Koma KR-ingar. Pavel. Hreggviður með 3 stiga skot en Jón Orri, hann skila sínu þann undir. Öflugur í þessu Jón Orri Kristjánsson. Brynjar Þór Björnsson. Hreggviður reynir aftur 3 stiga og nú er þetta ofan í. Já, hann veit alveg hvar karvan er hann Hreggviður og hann klikkar ekki tvisvar í röð og svona færi. 5 stiga munur KR í vil, 51-46. Kevin Sims fyrir Grindavík. Taka áhorfendur KR við sér núna. Þá 3 stiga skot og nei, ekki fyrir þetta ofan í. KR-ingar ná boltanum, Pavel Ermolinski á Nú gæti verið einhver kafli í uppsiglingu. 3 stiga karfa. Þvílíkur kafli hjá KR-ingum. Raða svoleiðis niður körfunum. Komnir í 8 stiga mun, 54-46 og að sjálfsögðu tekur þá Helgi Jónas Guðfinnsson, þjálfari Grindvíkinga, leikhlé. Hey, we're fine, guys. This is a game of runs. Hey, we gotta make a run. But we gotta keep our heads up. Heads up. Halli á Bjössi. Ef þetta gerist aftur þarna, þú getur just switch. Hann getur alveg tekið hann. Hann eitthvað ekki að fara að Erum við ekki að spila þetta svona? Já, nýtt að við 2. Listen! Hey, Latin. If there's a pick and roll, you have to step up. If you're on this side, there's a pick and roll here. The big guy can shoot. You need to roll. Nine can shoot. Yeah, we need to step up. Let's go. Come on. Keep it up. Come on. Sjáum alltaf 3 stiga körfuna hjá Hreggviði og síðan Brynjar Þór Björnsson örskömmu síðar. Frábær kafli hjá KR-ingum. 6 stig á stuttum tíma og þeir hafa núna 8 stiga forskot á Grindavík sem er við boltan. Pettinella, Soskic. Laten Soskic. Kemur honum á Ryan Pettinella og þá opið skot hjá Grindvíkingum en Þeir verða að fá þess að þrista niður eða það er einhvern möguleika. Það er alveg á hreinu og laglega gert hjá KR. Það er Hreggviður sem bindur endahnútinn á þessa sókn. 10 stiga munur. KR eru búin að sjá þetta oft í vetur, taka þessa spretti það sem er nánast klára leiki. Nú þurfa Grindvíkingar að vera sterkir andlega. Páll Axel með 3 stiga skot
og enn geigar þetta hjá þeim en Mladen Soskic með frákastið og setur þetta niður. Minnkar muninn aftur í 8. Þetta er svo ótrúlega, 3 stiga skotið búið að vera sterkasta vopn Grindavíkur bara frá ég man eftir mér. Það er tróðsla hérna bara, takk fyrir. Þeir eru konir í gírinn. Gjörðu svo vel, Jón Orri Kristjánsson. Það er erfitt að sjá Grindvíkinga stoppa KR-liðið þegar komið í þennan ham. Og nú lifnar yfir KR-ingum í stúkunni. Það var eins og Hrafn Kristjánsson sagði fyrir leikinn að það þarf bara einhver tilþrif á vellinu til þess að kveikja í áhorfendum og þá kemur stuðningurinn. Jón Orri Kristjánsson með flotta tróðslu þarna. Sjáum hann aftur. Að gera bjóð upp á svona. En Kevin Sims á vítalínunni hinum megin fyrir Grindavík og klikkar á þessu. Nei, ég meina Kevin Sims er 1 af 9 utan af velli, hann er bara með þessi víti sem hann hefur verið að fá í leiknum. Annars hefur hann ekkert verið að hitta. Soskic hefur ekki verið að skila miklu sóknarlega. Pettinella er að djöflast og er kannski ekki eiginlegu skorari. Kannski Pettinella og Ólafur helst kannski sem hefur borið mest á Grindavíkurliðinu. Páll Axel búinn að setja hérna 2-3 þrista, mjög flotta. Á 3 stiga skot hjá Brynjari Þór Björnssoni. Þeir eru bara konir í gírinn núna. Funheitur Brynjar Þór Björnsson, 61-49 og þá Kevin Sims fyrir Grindavík. Sendir hann út og hvað? 3 stiga skot hjá Kevin Sims og það er ofan í. Það er ýmislegt sem getur gerst. Þetta er hvergi nærri búið. Þetta er engin munur 9 stig þó að kaflinn hjá KR hafi verið góður og Pavel Ermolinski. Það er bara alla leið í gegn. Engin vörð þarna sem að mætt honum. Núna líður bara KR-ingunum vel. Þeir eru búin að finna rytmann. Það er Pettinella en KR-ingan á boltanum Markus Walker. Pavel með skot. Ekki fyrir þetta ofan í og Pettinella með frákastið Sims. Á Ómar. Grindvíkingar ekki kátir með þennan dóm. Nei, þetta var nú svona, virtist nú vera bolti sem Ómar var með, en þeir eiga enga síður innkastið. Spjalla hana saman. 11 stiga munur, 63-52 fyrir KR. Þá var það Ólafur Ólafsson. Ágætlega gert hjá honum en ekki hefur hann neitt upp úr krafsinu. Brynjar Þór Björnsson með 3 stiga körfu en ja, ekki gekk þetta núna. Menn er að skjóta sjálfstraustið núna. Þeir eru tilbúinir að taka sénsa. Þetta er bara samstöðu þarna, Grindvíkingar. Þetta er Ólafur Ólafsson sem fer á vítalínuna fyrir Grindavík. Skarphéðinn Ingason kominn í 3 villu klúbbinn. Gengur ekki hjá Ólafi. Svo hvað hann gerir í seinna skotinu. Setur það niður, minnkar í 10 stig. Walker. Og nei, ekki gegn þetta hjá Hreggviði og Grindvíkingar fá boltann. Kevin Sims. Mínútu eftir að 3. fjórðungi. Fram eru það Grindvíkingar og 3 stiga skot.
sem Geigar og Markus Walker nær frákastinu og Geysi fljótur þarna fram Markus Walker og gerir þetta vel. 65-53, frábær sprettur hjá Markus Walker, eldfljótur. Þarna kláraði hann þetta líka og búinn að sjá svona tvisvar fyrir leiknum gera svipað. Þá kláraði hann ekki. Þá Kevin Sims. Það er ekkert að ganga hjá Grindavík núna, þetta skrúast allt upp úr. Hann fellur lítið með Grindvíkingum. Hafa tapað 4 leikjum í deildinni í röð. Eftir að hafa verið á toppnum lengi vel í Iceland Express-deildinni. Það gengur lítið við því að akkurat þessa stundina og 3 stiga skot hjá Hreggviði Magnússyni. Grindvíkingar ná frákastinu. Ólafur Ólafsson lítið eftir að klukkunni og hann reynir flautu skot. En ekki fer boltinn ofan í 12 stiga munur að loknum þriðja fjórðungi. KR-ingum yfir 65-53. Frábær þriðji leikluti hjá KR. Já, ég talaði um þetta áðan að þeir hafa tekið þessa spretti í þriðja leikluta og klára marga leikina einmitt á svona köflum og nú þurfa Grindvíkingar að stilla bara sig saman aftur og það eru 10 mínútur eftir. Það er erfitt að sjá þá eiga við KR í þessum mann. Við höfum ekkert séð Þorleif koma inn á núna í seinni hálfleik og þeir getur nú vel notað hann núna. Það er töluðum að vera helmingslíkur á því að Þorleifur geti komið aftur fyrir sögu. Veitir samt eitthvað í öklanum í öðrum leikluta. Svo sem hvergi sjáanlegur en þá nema bara eitthvað að kalla á hliðarlínunni á sína menn. Munur og KR-ingar með boltan Markus Walker. Pavel Ermolinski með 3 stiga körfu. Fun heitir hérna fyrir utan KR-ingar. 68-53 og með góða forystu, 15 stiga forystu KR-ingar. Það er Kevin Sims fyrir Grindavík. Sims upp að körfunni og hvað? Skarphéðinn Ingason nær boltanum en Grindvíkingar taka hann aftur og Ólafur Ólafsson. Þetta var góð tilraun. Já, hann ætlaði bara í tróðsluna. Sjáum við aftur hjá Ólafi. Hann hefur nú sjálfstraust allavega. Já, það vantar ekkert upp á það. En munurinn er komin í 15 stig og það er spurning. Nú þarf allt að ganga upp á Grindavík, er alltaf að ná þessu eitthvað niður en það er samt 9,5 mínúti eftir, þannig að ýmislegt hefur nú gerst á þeim tíma. Heldur betur. Þetta er hvergi nærri búið þó að forysta KR-inga sé vissulega álitleg. Ólafur setur þetta niður, minkar munn í 13 stig þá. Kominn með 11 stig Ólafur Ólafsson. Pavel Ermolinski á Fannar Ólafsson en þetta er karfa, já, þetta má ekki. Goaltending kallar þetta kannarnir. Sjáum við þetta sýningu. Nú er það KR sem á stúkuna, Grindavík eignaði þess hérna í fyrri hálfleik en það er allir sestir Grindavík megin og KR-ingarnir hann er að láta í sér heyra. 70-55, Kevin Sims með flotta sendingu Ólaf. Þetta var vel spilað á Grindvíkingum. 70-57, Hreggviður og skref á Hreggvið vantarlega. Spilur ekkert í einu. Munur, Kevin Sims, Páll Axel, Ólafur,
Lár Ólafsson gerst ekkert upp, en þetta gengur samt ekki hjá honum. Er að taka... Svakalega snöggur maður. Marcus Walker flottur þarna. Þvílíkur hraði nú. Það vantar ekkert upp á hraðan hjá Marcus Walker. Þetta vel gert hjá honum. Og fær víti að auki. Víti að auki Marcus Walker. Svo sem kannski ekki mikið farið fyrir honum í stigaskorun í leiknum. Svo komið einhver 6 stig og getur verið að setja það 7. niður hér sem hann gerir. Kevin Sims. Ómar. Ólafur. Sims. Ómar setur þetta niður. 73-59 þegar 8 mínútur eftir að þessum bikarúrslitaleik í Powerade bikarkeppninni í körfubolta karla. Pavel Ermolinski á Marcus Walker. Walker með sendingu á Finn sem þarna dauðafrýr undir körfunni. Og Grindavík búið að vera í bölvuðu basli með þessa boltahindrun hann upp á toppnum. Og KR búið að fá fullt af sniðskotum bara upp úr þessu. Finnur Atli hefur leyst sitt vel þegar hann hefur fengið boltan. Já, Finnur skilar alltaf sínu og strákur sem að spila bæði vörn og sókn. Þannig að það var frábært fyrir KR að fá hann heim frá Bandaríkjunum fyrir 2 árum. Já, fyrst vorum að tala Finn Magnússon, það var náttúrulega mikill körfubolti í hans fjölskyldu. Helgi bróðir hans náttúrulega að spila í Svíþjóð. Já, mikill bolti í þeirri fjölskyldu og var ekki þriðji bróðirinn líka í körfunni? Jó, Guðmundur Magnússon var Íslandsmeistari í liðinu 2009 núna síðast. – 75-59 fyrir KR. Tekst þeim að landa bikarnum eftir 20 ára hlé. Eða verða það Grindvíkingar sem koma aftur tilbaka. Kevin Sims með 3 stiga skot og Finnur með frákastið. Hreggur. Pavel. Ólafur til Parnar. Skarpiðinn. Marcus Walker, 3 eða hvað? Nei. Og hvað? Skref á Walker. Kevin Sims. Finnur mætir hann þarna. Páll Axel Vilbergsson. Ómar. Pettinella. Nú þurfa þær að fara að flýta sér 5 sekúndur eftir að skokklukku. Martin Soskic. Hún er renn út núna. Og þetta var flott vörð hjá KR-ingum. Það er ekkert í spilunum að þetta sé eitthvað að fara að breytast. Ég held að þetta sé bara spurning hversu stór þessi sigur verður. Það er ljóst að Helgi Jónas Guðfinnsson þarf að koma sínum mönnum allverulega inn í leikinn núna á næstu 2-3 mínútunum ef Grindvíkingar ætla að eiga séns. Þeir fá alltaf að bolta núna. Þeir ætla að prófa núna svæðisvörn núna næstu mínútur og sjá hvort að það hrist eitthvað upp í þessu. Er von fyrir Grindvíkinga. Kevin Sims. Þetta var laglega gert og Pettinella en Hreggviður Magnússon með frákastið. Þeir eru ekkert að klára færin og þetta verður erfitt en alls ekki útilokað. Alls ekki. Páll Axel. Klauvalegt hjá Grindvíkingum. Það er allavega ekkert í spilunum svona eins og er að það sé eitthvað að fara að gerast.
6:25 segir klukkan sem eftir að leiknum. 16 stiga munur, KR Ingumi Vil og Markus Walker með 3 stiga körfu en dreif ekki. Páll Axel á Sims, hvað gerir Kevin Sims með þrist og nei, hún gengur ekkert í skotunum. Hvorki 3 né 2 stiga. Þetta Páll Ermolinski og Brynjar Þór Björnsson. Hann lokað sér nánast. Munurinn kominn í 19 stig og þessi 20 ára álög í Vesturbænum. Þau að góðri leið með að ná þeim á sér allavega. Það Páll Axel og Brynjar Þór í vörninni. Brynjar kom með 4 3 stiga körfur í þessum leik. (78:59) KR Ingumi Vil. En Grindvíkingar eiga víti. Páll Axel Vilbergsson á vítalínunni. Og Hermann Öryggur þar og setur fyrra skotið niður. En ekki það síðara en býður við. Það eru KR-ingar sem ná boltanum. Hreggviður. Pavel. Walker. Og sending á Finn frá Fannari. Nei, frá Brynjari segi og þetta ofan í 8-10-60, 20 stiga munur. Og enn 5 mínútur eftir og enn vinna KR-ingar boltan. Brynjar Þór Björnsson og hvað gerir hann? Nei, þetta gengur ekki. Eða hvað? Það Carvajal, þau vilja meina hann hafi slegið í spjaldi. Við sjá þetta í endursýningu. Já, hamrar hann í spjaldið og það má ekki. Þá er staðan náttúrulega 82-60. 22 stiga munur. Þeir eru ráð fyrir, uppfaraðir það. Þetta er náttúrulega frábært fyrir Hrafn Kristjánsson. Hann er að gera það inn í dag sem að mörgum öðrum ásamt undirrituðum hefur ekki tekist inn í 20 ár og þannig að þetta er stór og flottur dagur fyrir hann. Kevin Sims, Páll Axel. Ekki fyrir þetta niður, gengur ekkert upp hjá Grindvíkingum. Fannar Ólafsson hann í baráttunni. Það var náttúrulega Fannar Ólafsson sem mun lyfta bikarnum á loft hér í lok leiks. KR-ingar bara byrjaðir að fagna þó að séu rúmar 5 mínútur eftir og þeir vita það að mjög ósennilegt að þetta gott lið fara að tapa niður 22 stiga mun. Þetta var 5. villan á Fannar, þannig að hann hefur lokið leik. Já. Það kemur þá ekkert við sögu fyrir en vantarlega bara í bikarafhendingu. Já, og fer örugglega hamfur þar ef það ekki er rétt. Það verður fróðlegt að sjá en höldum okkur í leikinn. Það er enn 5 mínútur eftir. Síðan við þarna fljúa þeir eftir gólfinu. Já, þeir Brynjar svoleiðis í kringum hann. Þetta er ekkert smá naut. Já, þetta 22 stiga munur. Helgi Jónas Guðfinnsson, hann verður ekki gátur. Nei, svo sem hann ná ágætis árangri með liðið á sínu fyrsta ári sem þjálfari. Það er svona leikt að taka það af honum. Nei, ég meina KR-liðið bara virðist vera mun betra og Helgi búinn að fara hérna 3 svar í höllina sem leikmaður og alltaf unnið. Menn þurfa að kynnast hinn í hliðinni líka. Þetta var fín vörn hjá Grindvíkingum, Ólafur Ólafsson með boltan. Og hvað? Þetta er villa hjá KR og býður nú við. Það er smá hasar hérna. Sigmundur og Kristinn standa hann í stóraðum. Fjórar 39 eftir.
22 stiga munur, KR í vil. Eru KR-ingar að ná að landa sínum fyrsta bikarmeistaratitli í 20 ár. Og þá sínum 10. bikarmeistaratitli í heildina í karlaflokki. Brynjar Þór Björnsson, Pavel Ermolinski. Og Pavel, nei, ekki gengur þetta en Finnur Atli Magnússon. Réttur maður á réttum stað og Brynjar Þór Björnsson með 3 stiga skot en ekki gengur það og hvað. Jón Orri náði nú boltanum þarna en það eru Grindvíkingar sem fá hann. KR búið að halda Grindavík hérna hvað í 21 stíi hérna í seinni hálfleik sem er náttúrulega virkilega gott og er náttúrulega stór skýring á því að hverju munurinn er komin í 22 stíg hérna miðjan 4. leikluta. Grindvíkingar geta lagað stöðuna. Ólafur sem er á vítalínunni. Setur fyrra skotið niður. En ekki það síðara. Og hver er það sem nær boltanum? Páll Axel var hann í baráttunni en KR-ingar ná boltanum. Brynjar Þór Björnsson. Pavel Ermolinski. Brynjar. Pavel. Út á Brynjar og það er Markus Walker sem sækir í aftakörfunni og þeir spila boltanum sín á milli en Páll Axel náði boltanum þarna fyrir Grindavík. Kevin Sims þarf að vaða þarna í gegn en þegar hann kemur að þá kemst hann lítið áleiðis en býður nú við. Það eru Grindvíkingar sem fá þetta. Enn er það Kevin Sims sem er stendur á vítalínuna. Já, hann er búinn að vera duglegur að koma sér þangað og náttúrulega tvígang brotið á honum í 3. stiga skoti hérna í fyrri hálfleik. Nýtingin á vítalínunni kannski ekkert sérstök hjá Grindvíkingum. Þeir eru bara að skjóta þetta 60% sem er kannski náttúrulega ekki það sem að menn ætla sér. 80 plus ætti náttúrulega að vera eðlilegt. 70-80. 21 stigs munur, 3,5 mínútur eftir. Hreggviður með 3 stiga skot og setur þetta niður. Það er veisla hjá KR-ingum og verður það sjálfsagt langt fram eftir nóttu síðan. Hreggviður er náttúrulega gríðarlega skotviss og leikmaður sem getur skorað bæði fyrir utan og inn í teig. Hvað nú Sims aftur á línuna? Það sýnist mér, sýnist Hreggviður hafa brotið á honum, hann að 2 víti viðbót fyrir Kevin Sims. Hann er orðinn heimakær hérna á vítalínunni, Kevin Sims. Setur fyrra skotið niður. Þetta mun í 23 stig. Og það síðara líka. 22 stiga munur, 85-63. Pavel Ermolinski. Hreggviður Magnússon. Brynjar Þór Björnsson með 3 stiga skot og setur það niður. Ég held að þetta sé 5. 3 stiga karfan hjá Brynjari. 15 stig bara á 3 stiga. Og er með ykkur að auki held ég líka. Grindavík, Ólafur Ólafsson. Kemur boltanum þarna á Ómar Sævarsson sem setur boltan niður. KR-ingar eru farnir að kyrja, farið heim. Þetta eru nú einhverju Grindvíkingar farnir að pakka saman hann í stúkunni.
borin von fyrir þá að komast aftur eitthvað inn í þetta. Aðeins 2,5 mínúta eftir af leiknum. KR-ingar í góðri stöðu. Við förum að fá fleiri varamenn inn á völlinn og leyfa öllum að spreyta sig þessi síðustu andartök. Kemur alltaf Ágúst Angantísson inn á hjá KR-ingum. Þeir eru farin að fagna bara á bekknum. Já, þeir vita að þetta í höfn. Ég skal mæta til í íslenska boltan á mánudaginn og vera að bera ofan ef að Grindavík nær eitthvað að ógna þessum leik. Já, við þurfum ekki að senda umhverfismat á þannig að það er því, þannig að við skulum vona þá bara að KR. Þá fyrst fengjum við nýjan áhorfendahóp. Jæja. En það er kannski rétt að minna þá á að við gerum upp þessa bikarúrslitaleiki bæði hjá konunum og körlunum í íslenska boltanum í beinni útsendingu á mánudagskvöld klukkan 22:15. Ná fáum við hinn stórefnilega Matthías Orra. Litla bróðir Jakobs Arnar Sigurðarsonar sem leikur í Svíþjóð með Sundsvall Dragon, en 90-65 staðan fyrir KR og Ómar Sævarsson nær aðeins að klóra í bakkan handa fyrir Grindavík, minnka mun í 90-67. Hafler Molinski fyrir KR. Þá Ágúst reynir þriggjastiga skot og þetta er ofan í frábær innkoma hjá honum. Ágúst Angantísson stiflar sig inn með þristi. Hann þarf ekkert að hita sig upp í einhverja 2-3 sóknir, hann bara lætur vaða og beint ofan í. Ekki gengur neitt upp hjá Kevin Sims, ekki hans dagur, minnst að kosti ekki í skotum fyrir utan. Molinski sendir boltan út og nei, þetta gengur ekki hjá Ólafi Ægisinni. Þá Ólafur Ólason fyrir Grindavík og setur þetta niður, kannski smá sárabót. Og enn gera KR-ingar skiptingu nú, fer Pavel Ermolinski út af. Hver kemur inn á, jú, þetta er Páll Fannar Helgason sem var jú bikarmeistari og Íslandsmeistari með Snæfelli fyrra. Já, Palli er alltaf í titlunum. Hann fær bikarmeistaratitil annað árið í röð, Páll Fannar Helgason. Hann að vera Íslandsmeistari 2 ár í röð og núna bikarmeistari 2 ár í röð. Þetta fer að verða eftirsóttasti leikmaður landsins ef að þetta heldur mikið áfram. Svona lukkudýr. Þá eru það KR-ingar. 93-70, 23 stiga munur. Hann verður ekki unnin upp á þessari síðustu mínútu sem að fer nú í hönd Grindvíkingar með boltan. Ólafur Ólason. Eiginlega bara eini maður sem hefur verið að reyna eitthvað fyrir Grindvíkinga. En ekki gekk þetta hjá honum. Grindvíkingar. Þeir hafa líka skipt svolítið. Sækja af körfunni og hvað, þetta gengur ekki upp hjá þeim eða hvað. Nei, frákastið er KR-inga, Jón Orri. Það býður nú við, þarna er nú Helgi Björn Einarsson farinn að láta skapið hlaupa með sig í gunnur. Þetta er algjör óþarfi. Smá svona svekkelsi, maður skilur þannig svo sem, en þetta var samt sem var óþarfi. Ólafur Már Ægisson fer þá á vítalínuna. Klikkar á fyrraskotinu. Það er skemmtilega fyrir Óla að komast á blað. Já, gerir það hér. Setur þetta niður 94-70, hálf mínúta eftir. Koma Grindvíkingar. Og ná að laga stöðuna aðeins, en KR-ingar ekki hættir. Það gerir þær hér. Ágúst Angantísson gengur ekki, 15 sekúndur eftir. Og þeir eru ekki einu sinni með á nótunum þarna. Björn Steinar Brynjólfsson fær boltan bara í hausinn, 12 sekúndur eftir. Þeir eru allir eftir, KR-ingarnir að
komast á blað. Þetta nýkomnir inn á eiginlega allir sem inn á núna. Áhorfendur telja niður og þeir reyna þarna eitthvað skemmtilegt KR-ingar en það gengur ekki hjá þeim. Rétt rúmar 5 sekúndur eftir. Þarna flaug trommukjöði inn á sýnist mér. Einhver pirringur eða einhver glaður bara, maður veit það ekki. Og þá rennur tíminn út. KR-ingar eru bikarmeistarar karla í körfubolta árið 2011 í 10. skipti. Fyrsta sinn í 20 ár sem KR hampar bikarmeistaratitlinum í körfubolta karla. Og það Hrafn Kristjánsson sem stýrir KR til sigurs eftir þessi 20 mögru ár í bikarkeppninni. Frábær sigur KR-inga. Það var komin tíma átt í Vesturbænum og eins og ég sagði á hann, frábært fyrir Hrafn. Kom svona óvænt að hann tók við kallaliðinu og hann að sýna stig sinn hérna, fara með KR-liði alla liði hérna 2011 og brjóta þessi álög sem hefur verið á félaginu með bikarinn Íslandsmeistara 2000, 2007, 2009 en KR-ingar var að fara að langa eftir bikarmeistaratitli. Þeir hafa verið einbeittir í þessu KR-ingar í vetur að ná þessu markmiði sínu að landa þessum bikarmeistaratitli og það gekk eftir hjá þeim núna. Vinna Grindavík í úrslitum 94-72. Það var nú svo sem nokkur sem komist í bikarúrslitin síðan fyrir 2 árum. Þeir tollera Hrafn Kristjánsson. Það þarna heldur betur að fara á flug. Já, Hrafn léttur, það auðvelt að fleia. Mér sýnist hann allan að fara að harra upp eftir Ingi í fyrra. En Brynjar Þór Björnsson stigahæstur hjá KR-ingum með 23 stig, þar af 5 þriggjastigaskot og Páll Ermolinski með 21 stig. Þessum svona skáru sig úr hjá KR-liðinu. KR-ingar frábæri, við skulum áður en að við fáum viðbrögð niður á gólfi, þá skulum við kannski bara gefa boltann á Einar Örn Jónsson og fá hans menn til að gera þennan leik upp. Takk fyrir það, Þorkell. Ég hættar engin þetta, það ekki hægt að segja annað en að þetta hafi verið fyllilega verðskuldaður sigur hjá KR-ingum. Já, ég var nánast eittlið á völlum í seinni hálfleik og Brynjar með frábær seinni hálfleik og þeir fóru að hitta hérna, þeir tóku bara skref sem vantaði upp og þeir fóru að hitta og þeir létu bara Grindvíkinga líta kjánalega út í vörnina oft á tíðum. Þetta gerðist hérna miðjan annan leikluta, þriðja leikluta segi. Komið 2 þriggjastigakorfur frá Brynjari, 1 frá Hreggviði og þá var þetta eiginlega bara nánast komið hjá KR-ingum. Þá voru þeir með allt með sér eftir það og Grindvíkingar náðu aldrei að í rauninni minnka þann mun neitt. Það var eins og leið og KR kæmist í hérna 10 stiga múr og komst 10 stigum yfir. Það var eins og Grindavík bara brotnaði og KR gekk á lagi náttúrulega. Og í seinni hálfleik voru þeir náttúrulega miklu sterkari og vörnin eins og Ingi talaði um á henni Grindavík bara hrundi. Við skulum heyra örstutt hvað Brynjar Þór Björnsson hefur að segja hjá Hirti. Já, takk fyrir það Einar. Hjá mér Brynjar til hamingju með þetta. 20 ára þrautargöngu, eyðimörkugöngu KR-ingar lokið. Já, þetta bara flott þessi að vinna þetta 20 árum eftir að Páll Kolbeinsson vann þetta síðast. Og þetta hrikalega gaman. Það var aldrei spurning hvort liðið farið með sigur á hólmi. Þegar þið komist í gang þá var þetta bara ólík lið inn á vellinum. Já, við náttúrulega bara spilum bara okkar besta seinni hálfleik lengi og þetta var bara eins og Snæfellin í fyrra leikum við, hittu öllu og það var bara ákveðið tíma á þetta. Maður fann bara fyrsta skotið detta í seinni hálfleik, þá áttur ekki séns. Þegar Ágúst Angantýsson fann að negla liðið þristu, þá gengur allt upp. Hann búinn að vera að setja klöts skot hérna á æfingum og hann á þetta skili kallinn. Til hamingju með þetta. Við ætlum að reyna að finna einhverja fleiri menn og sérstaklega Hrafn Kristjánsson, þjálfara sigurliðsins, sem skulum skipta aftur á Einar í bili.
Já, við tökum við boltanum hérna að nýju. Þó maður taki ekkert frá framistöðu Brynjars Þórs í þessum leik, þá verðum maður náttúrulega minnast á Pavel Ermolinski. Hann skorar 21 stig, 11 fráköst, 11 stóðsendingar. Já, bara algjör leikstjórnandi þessar leiks og þeir náttúrulega stýrðu leiknum í kringum